Föstudagur, 22. janúar og FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn. Auðun Blöndal heiti ég og ég er hér við tækniborðið og beint á móti með sitja tveir kumpánar. Annar heitir Steindi Junior. Aha. Vertu velkominn. Takk fyrir það, minn mikli ostanhnoðri og bara hrikalega gott að vera komin. Já, hvernig hefur það þennan föstudaginn? Ég er bara fróðandi fínn og fyllandi góður. Það er komin fössari og maður er bara í einhvern veginn, ég veit ekki hvað fössari Fössari? Ég nenni þessu fössaradótt ekki sko. Nei, ertu ekki ánægður með orðið fössari? Það er bara komið föstudagur og ég er í gýr. Þú komið leið á orðinu fössari. Ég nenni ekki hashtaginu fössari. Nei, ok. Ég meina, þú veist, ekki skjóta sendibóðan. Það er bara, ég er búin að lera menn út í bæ og það er allir út í leiðir á hashtag fössari. Já, þannig að þú vilt bara að þetta sé föstudagur. Já, við getum bara breytið sér eitthvað annað. Já, en Egill Einarsson situr við hliðina á honum, hvernig hefur þú það? Ég hef líklega bara aldrei verið betri held ég. Það er gott að heyra. Það er bara svo nýr. Já, ég sé það á honum. Já, samt sko eina meðan þú lítur vel út. Takk. Já, bara votur, vel greitur og nýkliftur greinilega. Takk. En þú ert í Andorrasból og það stendur In Cinemas 2015. Þetta er svolítið svona eins og þetta er í gömum landsbankaból. Ég held að Jón kann að gera þetta alveg að geða mér en Andorrasból. Ertu að rokka svona, herru, ég ætla nú ekki að þetta komur harðar átt ef ég fyrir að drullið það. Ég er gaurinn sem ég á seriósból, gamla góða seriósbólinn sko. Ef þú gefur mér eitthvað, ángríns, ef ég fæ gefins ból einhvers staðar, þá er ég að fara að rokka hann og það er að hættulega við þetta allt saman. Ef ég færi bara bílasölu eða eitthvað, að vera að gefa pulsur og gefa einhvern ból eða að vera að gefa bylgju limmiða eða eitthvað, ég setja hann í bílinn. Ég er í einhverjum Toyota-ból eða eitthvað. Ég tók nú einu svona þátt í því, þá setti ég svona bylgju limmiða í kúpinn, af því að ef þið sáuð þá gast unnið einhverju utanlandsferð. Ég var aldrei stoppaður. Okay. Ég á smá gæðavandamál á þriðanum. Nú? Þegar ég vakna á mótnana, fer í fataskápinn, ég rúli í gegnum bóluna, það veist einhverjum miljón bólir og ég fer í gegn og alltaf þröngur og þröngur og þröngur og þröngur og þröngur og þröngur. Ég annarkvæmt eru þeir að minka eða vöðvarnir mínir að stakka, þetta er ekki mikið flóknar en það. Þeir eru alltaf litlir, það eru magabólir alltaf og... Þessi bólu sem þetta er núna er alltaf stór. Já, það er náttúrulega, ég hugsa það er svo þægilegt að vera alltaf stórum ból. Já, ég er þetta sammála því, ég á mjög marga bólir sem eru mjög litlir og... Það er nú ekki hægt að kalla neitt af okkur eitthvað tísku-íkon sko. Ég er oft kallað tísku-terrorist. Við erum ekki aðnægur á. Ég er bara, þegar ég er komin í góðan fyrirtækjaból. Hver eru líkurnar, Egill Einarsson? Segðu mig bara núna, svona frá 0 upp í 10, hver eru líkurnar á að Arnar Gunn Lágsen myndi vera í Andorrasból frá 2015? Getur þú sagt með það? Kannski ef hann væri nýbúinn að lenda í einhverjum erfiðu veikindum kannski. Já, þá myndi hann koma í hann. Kannski heilahimnubólgu eða eitthvað og lægi á spítala kannski 3 vikur og ekki búinn að hreyfa sig 3-4 vikur. Hverju heldur hann sé í núna? Hann er í jakkafötum með svona 200 krónar bindi. Það var að hend. Sko ekki nema að myndi lenda í einhverju bara svolítið eins og Smúdlin og Travolta lendi í Pulp Fiction. Þeir voru alltaf í jakkafötum, mjög flottir. Já, það er eitthvað skotin aftur í bílnum hjá hann. Já, ef það er eitthvað svoleiðis vesen hjá honum þá geti ég ímyndað mér að sjá hann í stuttbuxum og í einhverjum astanlegum ból en ekki eitthvað stöf sem hann ætti. Það var einhver sem myndi láta hann fá það. Málið er, sko, ef ég myndi vinna í bankablöðu og myndi koma síðan beint hingað á vinnunni, þá myndi ég vera í jakkafötum og með bindi. Ég er engaþjálfari sko og þá þarf ég að vera í joggingalla í vinnunni. Ég kem beint hingað upp yfir úr sporthúsinu sko. Ég er ekkert að setja þetta fötin. Þetta er engin afsökun. Nú starf ég sem skemmtikraftur. Ég er ekki að mæta henni í trúðabúning sko. Ég er bara í hvítum ból og vinnur það að vera trúður? Nei, ég er að segja, ég er bara, þú getur ekki sagt bara, heyrðu, ég er að vinna í líkasætt og ég ætla bara að mæta henni í Andorrasból. Ég gæti, ef Arnar Gunn Lágsen var engaþjálfari, þá mátti taka jakkafötin. Hann var með í bílnum, eða líka, ég held ef að Arnar Gunn Lágsen... Hann var klæddur eins og Ben Stiller í Dodgeball. Hann var í einhver svona þröngu spandex samfesting að nutta pítsu í klófinu. Það kemur líka bara ekkert óvart að Arnar Gunn Lágsen eigi, sko, Gucci joggingalla. 100%. Já, þú er bara 100%. Já, það er eiginlega bara pottþétt. En ég, sko... ég veit það ekki, er það samt? Arnar Gunn Lágsen er potið að loka viðskiptadíl akkurat núna. Hann er með blað fram að sig, hann er að kvitta á það. Hann er ekki að fara í slúður og spurt og svara hérna á föstudegi. En við erum með frábæran þáttan ykkur í dag. Kæru hlustendur, við ætlum að launa ykkur hlustunna með gæðaefni. Það eru dagskrárliðin eins og Sturlaðar staðreyndir, kortmyndir frekar, giftast hjá sofa drepa. Þetta er allt mjög fullorðislegt og mjög þroskandi. Já, og svo hérna stendur með stórum stöfum spurt og svarað. Já, það er aftur í dag. Það er til smá pásu. Það er spurt og svarað í dag með öðruvísi, með nýju touchi. Þannig að við erum lausir við spurningakeppnina hérna.
Já, ég laus Það er ekki ofbóðslega eru það góða fréttir Það eru bestu fréttir sem ég fengi í dag Bestu fréttir sem þið fengið Já, bara bestu fréttir sem ég fengi á 9 ári Að vera, hvað meinur, að vera ekki spurður í dag hvort ég að fara í þveng eða hvort ég sé að fara að gera eitthvað inn á baði og eftir og svona Mér finnst það frábært að ég sé ekki að fara að fá þessu spurningar Mér finnst það æðislegt Og svo erum við líka með, hvað, tókum við tengingu? Já, við tókum tengingu Við reyndum svona 20 tengingar Sko, við reyndum ógeðslega margar tengingar En það sem var skemmtilegast og það sem við lentum óvart í að við ætluðum sko að tengja Herbert Guðmunds og Leonsi en það klikkaði við slóum inn vittlausan staf í símanúmerinu hjá Leonsi og við hringdum í Jenna Daða Já, Jenna Daða sem er eitthvað verktaki og Okay. En Pétur Valmundar skeitt, hann var á tökkunum hann fekk rétt símanúmer í hendurnar dælaði vittlust og King Jenni Daða svaraði Svo líka Kaffi Társ Tristan hérna, það er íslensk slúður Já, það er brakandi fyrir slúður þetta Ég er búin að fá mikið af tölvupóstum, það er nú búin að vera í góðri pásu Ég er búin að fá mikið af tölvupóstum og ég er búin að vera að fá þetta gegnum hinn og þess að miðla Twitter mikið, fólk er búin að koma til mín út í búð og segja mig slúður og ég ætla ekki að fara tala eitthvað í kringum þetta en íslensk seleb í gæsalöpum þekktir einstaklingar eru með allt lóðrétt niður sig Áttu eitthvað nafn á okkur? Getur þú tísað hver verður í slúðurinn í dag? Já, svona Einhver sem við þekkjum? Já, það er til dæmis hægt að nefna þetta Friðrik Dór því miður er hann í slúðurinn í dag Friðrik Dór? Já, og það er það er ónættur töframaður sem getur dóttarinn Ég elsku vinir og lífs föru nautar þeirra að hlusta F95 blöð hér á F957 það er Steindi Djún, Egill Einars og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudeg dagurinn er hvað? Það er 22. janúar Já, hann samt svolítið myrkur föstudagur og rigning Skeri fljótt að líða þetta er svo fljótt að líða, ég er hrættu það er að koma febrúar Já, það er að koma febrúar ég sko ég veit ekki, janúar það er ágætt að segja að vera búinn ég er engin aðdáandi sko ég bara viðurkenna fúslega ég er lítið aðdáandi Þú gæti líka verið með stórar yfirlýsingar að þú skrjáð þurr í janúar Já, allavega hingað til, 22 dagar en counting Fullur á nýjás Já, svona aðeins Já, það er 21 dagar sen að nýjás var Það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð En ég er með Mæli og Patrik Hodni í dag ég get ekki gefið heilt tótt leið mér þá bara byrja slúðri og svo máttu taka eitthvað Mæli og Patrik Hann er samt með rosalega móla núna Nei, þetta er aldrei enn rosalega móla Hann var að sína mér að meðan lægi var í gangi og þetta er svakalegt Þetta er allt svo ríkla ómerkilegt Ég peppast ekki oft Þetta er svakalegt Og ég ætla að byrja á Lil Wayne Hann er í Tiny Wayne eða Lil Wayne? Tiny Lil Wayne Hann er í hann er í tómu tjóni kallinn Hann er háður einhverjum drikk sem að er vist einhver svona dópdrykkur og hann OD-aði á þessu 2013 og sagði þá í viðtali að hann myndi aldrei drekka þetta aftur hann var næstu í dáinn Hverju var hann að beita? Þetta heitir eitthvað Sippin' the Scissorb og í þessu eru bara eitulif Sippin' the Scissorb? The Scissorb og þetta er vist bara þetta eru bara eitulif Þetta er bara Actavis Já, þetta er eitthvað svoleiðis Já, hann er bara Hann er fesku kallinn, hann er það Hann er bara fesku, er það ekki? Er eitthvað vesen á honum? Já, sko, hann sést hvergi í dag á hans að sé að drekka þetta og þetta er vist Þetta er ekki alveg beilinnis vodki í orkudrykk en hann er samt Þetta eru bara eitulif, stendur Já, Hann OD-aði á þessu Já, en akkur er fólk að skipta hvað hann er að sötra Hann er ekkert að gera neina minn Já, bara því hann er rappari og frægur og fólk hefur áhyggjur á hann Já, það er rétt Men já, hann er bara, menn vilja meina að hann er ekkert mikið eftir ef hann heldur áfram að drekka þetta á hverjum degi Já, þú mennar Það er líka eitthvað steikt það að vera háður einhverju hóstasafið eða djöflin sem þetta er Já, hóstasafið og svona, það getur verið háður öllu Ég veit þetta er kannski bad timing strákar en ekki vera að dæma mig fyrir að fá mér eitt svona löfléttan Nó er rátt að segja skýtkaldan Ég veit ekki slæm tímasetning á það Því að þetta var slæm tímasetning ég viðurkenna Ég var að tala um að Tiny Lil Wayne var í tómi tjónu með drikju En mér finnst ágætt að fá mér svona hálfan svona í lokjan Það veit allir sem að hlusta að Steindi elskar eitt kaldan Já, það er líka rosalega þægilegt fyrir þú kemur heim til í kvöld segjum og fá þér núna eitt kaldan og svo færðu þér kannski nokkri kvöld
Og ef að konan með eitthvað pyrring, þá getur þú sagt, herru, ég þá allavega ekki að drekka Scissorp. Nákvæmlega. Þetta var bara 2-3 kaldir. En ég er nú ekkert að fara að fá mig nokkra, sko. En ég var að fatta blöð, ég ætla ekki að taka fram með fyrir þetta. Ég veit, þetta sér innkomið að mér þetta, Mæli og Patrik Hodni, þetta er það stóra fréttir að þetta getur verið inn í slúðurinn, þetta sér spes innkomið, þetta er alveg 2 innkomur, þetta er það mikið. Nei, ég sé til með það, hvort að við nennum því, en ég er með meira slúður handa ykkur og já, ég ætla að fara hérna næst í vin okkar Charlie Sheen. Já, hvað er að frétta honum? Hann er jákvæður. Já, það er rétt hér. Og er hann ferskur? Já, nei, það er vesinn á honum. Denise Richards, kom með hitta, jafnvel. Bondstúlkan, gamla. Sem var hérna Bondstúlkan í gamla dag og hún er brjáluð út í hann og hún var, sko, mér finnst þess að hún sé alltaf í einhverju viðtölum að rakka niður. Ljótt að segja, sko. Hvað lesir hún núna? Já, hún var núna að segja í viðtali að hann er gjörsamlega búin að loka hana og börni sín og kallar hana og krakkana horrible names, eða hræðilegum nöfnum og eru að leggja eitthvað viðbjóðun og símsvaran hjá henni. Er hún enda með símsvara? Er það? Það er kannski einhverjur að vinna með það ennþá. Já, og já, svona hún vil meina að hann sé ekkert, hann sagði vist í einhverju viðtölum daginn hann verið búin að minnka drikkjuna eitthvað en það er vist bara horseshit eins og stendur hérna. Já. Er hann ennþá að fá sér það? Já, samkvæmt Denise Richards og hún tala líka að hann borgar henni $55,000 á mánuði í child support eða það er slatta cash sem hún fær í. Já, það er 6,5 miljón. 6,5 miljón, já. Á mánuði, já. Þannig að og svo er lögfræðingur hans Charlie Sheen brjálaður að því að henni finnst þetta of lítið og hann er vist búinn að borga henni yfir $20 milljónir eftir skilnaðinn. Já. Og meira kass. Það er náttúrulega verið að toga í hann úr mörgum áttum. Það er náttúrulega eins og með þetta dæmið sem kom upp að hann náttúrulega greindu með HVF þá sko, hann þurfti að vera að borga fólki út allan bæ til að þegja yfir því, fólki sem vissi það. Hann er búinn að vera að borga út allan bæ endalaust og ef þú ert búinn að vera því ég veit ekki hversu langa tíma færði ekki eitthvað tíma bara, heyrðu, this is it, sko. Já, bara þú færði ógeð. Hvað hérna, það er oft talað að menn eyði peningum í vitleysu. Það var allir gert það, menn farið til útlanda og svo er eitthvað, kannski kíkir á djammið og eitthvað svona vitleysa. Hvað ætli Charlie Sheen sé búin að eyða miklum pening í vitleysu? Það tala áfengi og já, bara áfengi, eiturlyf og þetta lífverðni sem er búið að vera á honum. Hann er gleitt 2-3 milljónum kannski. Já, þetta er hræðilegt. Og 2-3 milljónum. Já, það bara í dag eða. Svo hérna, já, þetta var eiginlega svona aðal slúðri. Já. Og þetta var fínt móli, þetta var fínir mólar og fínt slúður í dag, segi ég. Hvernig vilt að ég kom inn með Patrik og Mæli? Svo er ég alltaf líka, ég er alltaf með til í það á sunnudaginn. Ég er alltaf líka með ef þið viljið alltaf, ég geti alltaf gripið í Vestliða Kölkina, ég er alltaf búin að vera að skoða þetta alltaf. Hvað er eitthvað nýtt af þeim? Nei, Kurt Russell og það er bara margt að gerast, já. Hvað er að gerast? Nei, bara Vestliði er alltaf búin að vera bara, þú veist, búin að vera á flegi ferð núna og búin að vera á flegi ferð? Það var slúrið, þetta er Vestli Snæpsi búin að vera á flegi ferð? Nei, það var bara, hann var að hendi hérna peysuspenningjan Kölkin núna nýlega inn á Ressa, sko. Macaulay Culkin? Já, og þú veist, það er bara margt að gerast, eða viljið, ég get alveg Nei, við erum góðir, hér eftir auðlýsingar fyrir við í kortmyndur frekar. En við erum með Patrik og já, geymið það bara. Er það? Veramóta útsalan er í fullum gangi. Veramóta Kringlunni og Veramóta Smáralind. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Stundum vilt ekkert flækja málin. Borga bara eitt lágt verð, nákvæmlega það sem stendur á dælunni. Á X-stöðvum Orkunar er engin afsláttur, bara eitt lágt verð. Sniðugt. Orkan, einfallega lágt verð fyrir alla. Gola grillaður, alvöru Dirty Burger. Dirty Burger and Ribs. Enski barinn getur sýnt allt að 6 leiki í beinni í einu og í bestu gæðum. Enski barinn við Austurvöll. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Ánanöndum. Sími 533 3350. Útsölunni lýkur á sunnudaginn. IKEA. Útsala í Körfi. Nú er enn meiri verðlækkun. Alltaf 60% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á körfi.is. Körfi. Fákafenni 9. Karlalandsliðið er á leiðin á Evrópumótið í knattspyrnu. Flott hjá þeim, en allir geta tekið þátt í Evrópukeppninni í heppni á föstudaginn. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Vegamót, smáréttir og koktelar. Kíkt á okkur. Vegamót,
Jójó Ís. Veldu sykurlausan stevíu jógúrtís og blandaðu við ferskum ávöxtum. Jójó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Home Rólegt og kósi, ég ætla að setja eitthvað gott jamla hérna næst. Ég ætla að koma að liðna þessi gýri. Það ekkert allir í einhverju kósi blöðu í janúar og þetta full rólegt hérna. Já, ég bara skil ekki til þér akkur að þú varst að spila þetta lag. Þú fattar ekki, þú ert ykkur kósi blöðu gýr. Spila bara rólega tónlist. Nei, þetta var bara inn í kerfinu. Það er allir aðrir að hella í sig. Já, ég ætla að setja á lag og eftir næsta lag sem kemur mér í gýr. Það er að gera þig. En það er líka gaman að segja því að þetta Naughty Boy. Það að sama og konan Steinda Sigrún kallar hann alltaf. Naughty Boy. Þegar það búið að slökka. Kallar hann ekki Naughty Boy? Já, ég kallar hann Naughty Boy. Það er í Söndabríkinu það? Já, ég bara, þegar ég verði óþekkur, já. Eitthvað ógíslegt að heyra mig segja þetta ekki. Þegar ég verði óþekkur? Það er eitthvað rangt við það. Já, ég bara þetta. Aldrei segja þetta aftur. Nei, Steindi, ekki vera að vinna með þetta þegar þú verður óþekkur í rúminu. Þetta er ekki lægi. Þið plötuðum í þetta. Hræðilegt. Þið plötuðum í þetta. Já, en við ætlum að fara hérna í Kortmundur frekar. Ég Egill og óþekkjastrákurinn. Það eru 3 spurningar svo alltaf. Þið þekkið regludrengir. Og ég með ágættu spurningar í dag. Og sko, grófasta spurningin kemur frá henni Ósk hérna á FM 957. Þannig að hún kemur frá konu og ég var að spyrja hvort það var ekki allt og gróft. Hún sagði nei, alls ekki. Þannig að það má ekki skjóta sendilinn þar. Ég ætla að enda á henni. Fyrst byrja ykkur í Kortmundur frekar. Aldrei hlæja aftur eða aldrei eiga snjallsím aftur? Mér finnst þetta mjög, sko ég ætla að fara að segja þetta verið svo létt. En ég má brosa, ekki? Tekið tilbaka. Ég má brosa. Þú mátt brosa en þú mátt aldrei hlæja aftur. Já, en sko Getur útskilt fyrir mér hvað græði að hlæja svo trúður alltaf daginn? Ég hlæ nefnilega, sko málaði, maður græði ekki daginn. Ég mætti ekki, ég hló núna. Ég hef ekki mátt hlæja. Það er bara astna. Og hver að tala um að hlæja svo trúður allan daginn? Skilja það eitthvað tekjumblöð að hlæja svo trúður núna? En akkur getur bara ekki skila mig bara velja. Þú getur brosað. Já, þetta er bara ógeðslegt það sem þú ert að gera núna. Bara hlæðilegt. Nei, nú ert að hlæja. Þetta var hérna Naughty Boy. Þetta var svip Naughty Boy svipur. Þetta var alls ekki Má ég taka mynd og setja þetta á? Nei, þetta er ekki svipurinn minn. Við setjum þetta eftir FM 95 blöð. Nei, við ætlum ekki að gera það. En það sem, sko, málið er það að ég hlæ ekki það mikið, ég hlæ inn í mér. Ég er einn af þeim, mér finnst astnaldi að vera hlæjandi upp á allan dag. Við höfum oft grenja á hlátri. Já, sko, ef þú ert með sexy hlátur sem Matthew McConaughey svona þá hérna þá til dæmis myndi ég ekki vilja fórna hláturinu. Mjög óþægilegu hlátur. Hvað meinarðu? Þú ert með smitandi hlátur þegar þú grenjar á hlátri, sko. Já, þegar ég er að grenja hlátur, það gerist ég vilt bara hérna föstum. Þú sagðist líka að hafa unnið mikið í hláturniðinum. Já, ég hef mörg ára fullkomnan. En ég myndi fórna, ég er ekki að fara, ég er treystum með blöð, ég er ekki að fara að henda snjallsíman mínum. Myndur þau frekar aldrei hlæja aftur heldur en eiga ekki snjallsím aftur? Er það að meina þetta? Ekki brosa. Sérðu Arnar Gunnlaugs mikið eitthvað hlæjandi svo trú? Þú ert ekki Arnar Gunnlaugsson, Egill, og það er bara því fyrir sem þú áttaði á því betra. Eftir að miða það svolítið mikið. Já, alltaf reyndar er Arnar Gunnlaugs með rándi, hann er með svona sem með þeim við köðan hlátum, Arnar hlær. Það er svolítið hérna. En af hverju, ég skil ekki, er ekki óþægild að maður segir eitthvað, herri, ég ætla að segja eitthvað brandar hérna, ég segi eitthvað brandar og einhver er bara Já, þeir hlæja ekkert svona, ég er bara lélugur leikari. Já, þetta er líka bara svona svolítið creepy. Ég skal bara finna hláturinu. Þetta er svona eins og vondi kall í 90s mynd. Hann ætlar að fórna hláturinn, hvað ætlar þú að gera, Steindi? Þetta er sko ég er alltaf mjög mikið á Twitter í símanum og ég er að skoða Twitterinn, ég er að svara mailum og þú verður svolítið sko þetta er eins og að taka rosa stórt skref bara í fortíðina og tekur stöðu síman. Ég vona að hlustendur sé ekki sammála ykkur. Ég vona að hlustendur myndi freka fórna en maður mættur alltaf með gamla góða börnirinn bara eins og okkur drögdíler og fer að vinna með hann. Ég tek síman, ég fórna síman. Þú fórna síman? Það er ágætt að geta hleyja á og til maður. Það er bara must í þessu lífi. Þá er það næsta, þið voru ekki sammála þarna félagarnir. Steindi, þú varst nú samt tæpur. Þá er það næsta, hvort myndið frekar hafa bjúur fyrir fætur eða hófa fyrir hendur? Þið getið staðið á bjúunum. En ég minna það eru hundar að atast í ykkur og svona, sko. Ég meina, hversu stóra bjúa, sko, er þetta eins og bjúa eða er búið að fleta eitthvað út, er þetta eins og í lægin eins og fótur? Þetta er bara löng bjúa. Er þetta frá mjaðma lið og niður í gólf? Já. Risa bjúa. En þú ert ekki að tala um bara en þú ert samt með lappir, ég er með tær og það. Býtum, ég er að miskilja það. Þetta er tvær bjúur sem tengjast með neskilða.
Já. Ertu að tala það séu bjúurnar? Ertu ekki með lappir og svo bara bjúur, gengur á bjúum? Nei, þú ert bara með bjúur fyrir lappir. Það finnst mér að vera alveg reikalegu dýl. Ég myndi segja að hófarnir væri... En hvað það ekki í nefnbjöð til þess? Ég veit ekki, en þú sem ert háður símaninu, hvernig ætlar að vera með snjallsímaðin og hófa? Maður geti ekki verið í buxum með það. Já, þetta menni Hvernig hófa? Já, þetta er mjög góð punktur. Getur þú að lítið gert með hófa? Ég ætla að henda með bjór. En samt ángríns, þú getur samt alveg nelt á því skeifur. En þú veist, þú getur þú getur alveg gert það, þú getur tálkað eitthvað til og þú getur verið með... Þú getur ekkert verið að tikka inn á símaðin með hófa. Já, ég var til í bara vel svona massífa bjúð, en ég myndi beigja kannski 250-260 kannski. Nei, bara vennilega bjúður. Maður getur sennilega að rota hvert sem bara með einu litlu, bara einu jabbi, sko. Hvað takir þú, Steindi? Mér finnst bjúðunar helviti skrýtnar maður, þegar maður væri, þú veist, komin úr buxunum, sko. Mástu að reykja eitthvað að bjóst þessa flutningu til? Finnst eins og þetta sé smá svona eitthvað nýbúin að kýla í rauða skúringa og fara beint út af því. Nei, hvað er eitthvað rugglaðir? Bara, ég er búin með svo marga spurningar, það verður alltaf erfiðar og erfiðar. Ég ætla að velja hófana, sko. Ég get ekki... Þið eru ekki saman líta? Nei. Það er senda e-mail. Ég meina, valdið þú bjúuna það? Já, ég þarf að senda e-mail og ég þarf að leika með snjálfsímanum mínum og svo framvegis. En maður getur enda að fali bjúuna. Hvernig þarf að heista þig til dæmis? Þriðja og síðasta spurning og hún hljóðar svo, ég beðist afsökunar þessari, en það er hún Ósk hérna á FM sem á þessa spurningu og... Ósk Norðfjörð eða? Nei, Ósk hérna á FM. Já. Og hún hljóðar svona. Er það aðsenda spurninga frá Ósk Norðfjörð? Nei, Ósk sem er hérna á FM, svo var hérna undan okkur, vittlisingur þinn. Og hún hljóðar svo, hvort myndið frekar horfa á bláa bíómynd, klámmynd. Hvað mennur bláa? Já, bara klámmynd. Hversu blá er hún? Bara sami viðbjör og þú ert að horfa á kvöldin. Hvort myndið að horfa á hana, þið eruð að horfa á hana og eruð að velja mömmu ykkar eða systir ykkar til að horfa með ykkur. Hvor eru þið fyrir valinu? Er það bara ég, fyrst mér eins og þátturinn sé að fara á það er bara þegar þú ert í þessu. Þegar ég er í þessu? Þú ert alltaf að koma með eitthvað svona. Ég kom ekki, þetta er þín spurning. Talandum að setja óþekkur í rúminu. Þetta er þín spurning, þú ert að spyrja þetta. Þið þurfum að svara, þetta er Ósk sem á þessa spurningu. Mér finnst þátturinn vera á lágu plani akkur núna. Hann er alltaf á lágu plani. Þíndur bara Ósk Norðfjörð og hún byrst hann að búið til spurningu fyrir. Já, finnst þið það ekki líklegt? Ósk Norðfjörð hafi komið með þessa spurningu. Í 10. sinn, það var þetta Ósk sem vinnur hérna á FM. Það var þetta aðsend spurning? Nei, þetta var ekki hérna Number One Dad og Ósk Norðfjörð sem hendur þessu. En ég það svar. Persónulega bara, mér hef fundist þetta bara svona klára með Ósk Norðfjörð. Nei, bara hættu bara að tala um það. Hún kom ekki nálægt þessu spurningu. Nei, ég veit það, mér hefði bara persónulega fundist furðulegt hefði hún sendt þessu spurningu. En það var hún ekkert af því. Ég veit það, ég sagði bara, heyrðu, af hverju Ósk sem er að vinna þetta eftir. Ég veit það, ég bara hef ekki skilið af hverju ætti mögulega hún að fara að senda spurningu. Ok, bara alveg out of nowhere. Það væri rosalega skrítið. Það væri skrítið. En hvort veljið? Er það systir ykkar eða mamma ykkar? Það horfa á svona bíómynd. Já, það væri, mér finnst þetta þægilega spurning. Ég vel Hildi systir. Já, systir mín. Það verið mjög skrítið ef Ósk sendi þessa spurningu. Þar hafið þið það. Þá er þetta Ósk Norðfjörð. Við mæta í þessari rólegu tónlist. Það er föstudagur, það er fullt af fólki sem er að fara á þorrablót og er að fara að skemmta sér. Og þegar þetta lag kemur á skemmtistöðum, þá get ég ekki annað að dansa. Ég let mig ekki friði hérna meðan við vorum að spila þetta lag. Push it. Þetta er svo ómerkilegt, Egill. Það er ekki lagið, maður. I know what you're thinking. What is Miley Cyrus doing right now? And I know you're wondering, what is Patrick Schwarzenegger doing right now? There is only one man who knows what they're doing right now. And that is... Það er víst Miley og Patrick Schwarzenegger hodnið hérna. Ég byrðist afsökun á þessu. Ég ætla að beða fólk um að tilla sér. Þetta er svo ómerkilegt alltaf. Þetta skulle vera heill liður hérna núna í dag. Ég er bara... Beða fólk um að tilla sér. Þetta er þannig fréttir að fólk þarf að, ef þetta keira að Miley að stoppa bílinn. Hvað er að gerast hjá Miley Cyrus og Patrick Schwarzenegger sem var með 12. stærsta hlutverki í Zombies Apocalypse eða hvað svona hét og deyr eftir korter? Hann stóð sér mjög vel í myndinni, gagnrýnendur eru sammála það. Dó hann eftir korter í myndinni? Það er ekki búin að fara á hann eins og ný, sko. Jú, það er bara gauð sem var að segja mér þetta á vegamótum að hann er með stærst, ef þú ferð inn á IMDb þá serðu að hann er með 12. stærsta hlutverkið og hann deyr eftir 15 mínútur í myndinni. Já, ok. Þetta er fyllibitt á vegó, er ekki að fara að segja mér eitthvað hlutum Patrick Schwarzenegger. Ákveður er þetta fyllibitt á vegó, ég var bara að borða það góða mat og hann sagði mér þetta gaurinn sem satt til hérna. Þessi maður hefur verið blindfullur. Nei, hann var með kærastun sinna að borða pítsu. Hann hefur sennilega líka verið á einhverjum efnum. Sko, hvað ertu með þetta í dag?
þetta nú risafréttir. Fólk hefur verið að fylgjast með, það búið að ýmislegt í gangi á Miley. Hún sást með Liam í Ástralíu yfir hátíðarnar. Þau eru trúlofuð. Þau eru trúlofuð í dag. Og ég til þess að gefa, þetta eru risafréttir. Og til að rifja þetta eins upp, þau trúlofuðust 2012. 2012 trúlofuðust þau. Árið seinna hættu þau saman eftir að hún setti raskati á sér í klófið á Robin Thicke á MTV Music Awards. Það fór illa í Liam, hann sagði þannig, hvað varst að gera þannig, ég lægi með þig það. En svo trúðu hann á sviðinu og þau hættu saman. Hún byrjaði að deyta kónginn, Patrick Schwarzenegger. En síðan sást hún ráfandi götur LA með Neil Lane Diamond Engagement hringin sem Liam lét kónginn Neil Lane sem kóngurinn í Hollywood sem gerir hringa og það var hringt í Neil Lane. Ekki spyrja snendi, ekki vera að tefja. Nei, ég bara að spá, ég búin að þetta var endilega spurðu. Já, ok, fyrst ára með þessum Liam og svo byrjaði trúlofuð honum 2012. Trúlofuð honum, byrjaði með Patrick Schwarzenegger. Já, einu milli. Þeir var kæst hans rétt snetti bakið honum þegar hann var. Já, ég var einmitt að vera það. Hvenær var að gilla honum bakið í Mexiko? Það var bara settist tryggir reikning. Það var bara síðast ári og hann var paparazzaður. Ég myndi snetta bakið hérna. Já. Það er bara alltaf. Ég ekki að fara niður á þig. Þetta ekki það sama að vera í Mexiko og einhverju á bikini og standa saman og þú að gilla bakið honum í þættunum. En klára þetta ógeðslega dæmi. Og málið, það var hringt í Neil Lane. Blessaði gamli, hörðu, þessi hringur hérna á höndinu á Miley, er þetta sami hringur þú gerði fyrir Liam Hemsworth 2012? Og hann sagði affirmative. Ég þekki hérna hring hvar og hvenar sem er. Shit, þetta er svo lélegt. Þannig að hún er farin að vera Þetta er svo lélegt. Þannig að hún er farin að vera aftur með hringinn sem Liam gaf. En þau hafa hvoru kommentað á þetta. En það er mjög einföldst að af hverju hún komur aftur með hringinu upp. Bara veit það ekki. Og málið er frábært. Það eru blöð, ég er ekki sem bara farið yfir í potri. Áttu komið höndur á takk. Nei, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið, það er eftir að koma hérna tvist. Nei, og málið er fjölskylda Liam var ekki nóg hrifið af Miley. En eftir að hafa eitt tíma með henni í Ástralíu þá eru þau geggja hrifin að henni. En býttu ég það þessi Patrick. Mönið ég var að segja að það er hávar orður það að hans er vinur Rob Lowe. Já, ég bara ætlaði ekki að trúa því. Það er slúðurinn að Patrick Schwarzenegger sé vinur Rob Lowe. Er það stærsta slúðurinn hann í dag? Ég ætlaði ekki að trúa. Fyrsta myndin á Facebook likes-uðu Patrick Schwarzenegger. Covermyndin. Hann er í hvítum flott sem skiptu séð með eitthvað svona hatt með Rob Lowe. Hverjum er ekki drullu sama hvað þessi vinur Rob Lowe er ekki og það taka þátt í þessu. Ég er að horfa á þessa mynd og þeir eru saman á myndinu og þetta er flott skipta sem hann er líka. Þessi vinur Rob Lowe, 60 leikar. Ég bara bjóst ekki að þeir var að hanga saman. Nei, þú bjóst ekki fyrir henn, en þeir eru ekki saman. Patrick er fættur 93. Af hverju komin í lið með honum í þessu kjaftaði maður? Aldursmunur á þeim. Karlmenn, gleðilegan bóndadag. Bjór á hálfvirði allan föstudaginn til miðnættis. Enski barinn. Það er útsala í Selected Kringlunni og Selected Smáralind. Andarsalat, karmelöðönd, epli, oriental dressing. Kíktu á vegamót.is og skoðaðu smáréttaseðilinn okkar. Vegamót. Dreymir þig ferð á Old Trafford þar sem þú býður svo Rooney og restinni af liðinu út að borða eftir leikinn til að fagna sigrinum. Það er 145 milljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2 við tippum. Útsölu brjálæði í Smáratífóli. 50% afsláttur. 12.000 króna tífólikort á aðeins 6.000 krónur. Vorum að fá æsispennandi mynd í 70 bíó. Opið frá 14 til 23. Smáratífóli. Gefðu bóndunum eitthvað juicy í bóndadagsvikunni. Dirty Burger and Ribs. PlayStation 4 kynnir Jimmy Carr slær í gegn á Íslandi enn og aftur. Við bætum við nýrri aukasýningu vegna fjölda áskorana í Háskólabíói laugardaginn 5. mars. Miðasala er hafin á tix.is. Sena Live. Amerikan Bar sýnir í beinni á 18 sjónvörpum og breiðtjöldum. NBA, NFL, hafnabolti, enski boltinn og fleira í bullandi hátíð. Kjúklingavængir og bjór á tilboði. Amerikan Bar, Austurstræti, nýi staðurinn þinn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða.
fyrir þetta, en ég held að þetta sé það lag sem komið með bara mest í gýrin í dag. Nó að það. Coming Home með Sigma og Rítu Ora. Já. Mér finnst það hrikalega flott lag. Ok. Og vonandi einhverjir sammála mér hann út. Við dæmum það ekki. Nei, mér finnst þetta bara, ég skammast mér ekkert fyrir það, mér finnst það geggjað. Ég er svolítið fyrir að hlusta til dæmis til að koma mér í gýrin. Ef ég þyrfti núna að koma mér í gýr, þá myndi ég líklegast henda annarkvort Einar áttavelta eða Törmundur 2 tímin á. En þú, Egill, þú ert að koma þér í gýrin núna. Ég myndi keyra ykkur Tunnel Trans Disco. Eitthvað hvað? Tunnel Trans Disco. Tunnel Trans Disco? Já, svona, þú veist ekki sé 2 tímar bara hákjaða reyfi, sko. Í alveg, ef þú er að fara á ásatíð í kvöld og er að fara að skemmta þér og heima, búin í sturtu, búin að opna einn ískaldan túborg. Þú bara starta, sko. Já, ég myndi... Við erum ekki að tala um bara 7 morgunin. Ég myndi... Þú voru að spurja mig. Já, þetta bara hljóma svona meira. Við vorum ekki að spurja hvort það var í eftirparti á Diablo, sko. Ég er að tala um að það var að koma þér í gang. Leiði mér að fá það hreint. Þú ert nýkomin á sturtu, þú ert bara allar að hella þér í eitt glas og ert bara svona, ok, ég er að fara að gera mig til og það er stemning, búin að setja smá músík á og bara, þú veist, komin í frí og svona. Það myndir þú að setja Tunnel Ég tæki Tunnelin í kannski svona hálftíma. Ég myndi skipti yfir á Derry með Psy. Derry með Psy, þarna auðmingjarnir sem var með Gangnam Style. Þú ert að segja þetta graf alveg sem var með Gangnam Style. Myndir þú taka Gangnam Style? Hvernig getur þú talað svona Psyan? Myndir þú spila Derry með Psy og svo fara beint í Tunnelin taka hálftíma sessi með Tunnelin? Sem betur fyrir er aldrei heima og þér að koma í gýr. Sem betur fyrir erum við ekki að leia saman. Þá væri ég komin í gýr, sko. Já, þú sér að ég er að henda hann í Einar áttavelta eða... Það er líka mjög skrítið, sko. Já, ég geti líka hendi í Törmundur 2 tími, mér finnst það mjög gott. En ég held samt að ég veit að þú ert að fíklast með þetta. Keflavík en þú myndir ekki hendi hitt. Ég veit að þú ert að reyna að vera fyndið þar. Hvað myndir þú setja á að það er að koma þér í gýr? Og ekki reyna að vera eitthvað trúður. Ég er ekki að tjóka þér. Ég er að segja þetta algjörlega frá hjartanu. Ég er oft heima hjá mér, ekki að koma mér í gýrun og svona, og hendi á kannski Já, en ég er að tala um að koma þér í gýrin. Það, sko. Það var hægt við. Já, hljómsveitin Keflavík frá Höfn, ég myndi henda líka í það og ég minna, það er margir GKR og mikið af bara mikið að dóti, búkollu með latta. Ég spila stundu það. Bjartmar Guðlaugsson Tunnel Trans eða Einar áttavelti. En Bjartmar Guðlaugs, ekki mikið kók, ekki mikið ís, réttu með kveikjaran. Þetta er bara eitt af mínum uppáhaldslögum, Týnda kynslóð. Ok, en hvað eru að fara í? Ætlar þú að henda honum í Tristan, Egill? Já, ég er að spá að láta hann aðeins, og þetta málega er, hann hefur ekki verið nánu og góð árangri. Ég er kvíðin fyrir þessu, en það er líka þegar bóndadagur, þá ákvæði ég að henda mér í þetta og ég er kvíðin fyrir þessu, ég veit ekki Mér finnst þetta bara alltaf svo vont, mér finnst þessi Tristan svo mikill aumingi. Finnst þér þetta vont og vera aumingi? Já, hann er mjög mikill aumingi og þetta er mjög vont. Og eitilöfum og eitthvað svona. Nei, sko, málega er, þú hefur stundum ekki taka neitt eitthvað svona eitilöfa. Nei, sko, þú útskutið fyrir þér, Steindi, þú voru hlusta vel. Þú ert Hvert ætlaðu að hringja? Ég ætla bara að hringja í bakarmestaran. Bakari? Það er selt kaffi þar og vínabröð. Bakarmestaran er þetta besta bakari á landinu. Og Coffee and a Danish. Málega er, þú ert að selja Balansshake og það er mjög heitu vara þetta. Heitika er að selja eins og Raggi Njáls og fyrir mestarar. Og þú er að koma fram það góðari í drölla peningum. Komdu því að, segðu síðan. Geti ég please að fengja að vera eitthvað annað en Balansshake, sölum að. Mér finnst það alltaf einhvern veginn að klikka um leið. Ég er með hugmynd. Er ekki heitt að vera Balansshake sölumæður eða? Nei, mér finnst það bara mjög klikka mjög oft þegar það er fyrsta setningi sem ég tek fram í síntalinu. Nei, málega Já, því að það er það sem er að klikka. Ég er með nokkra punkta hérna sem munu síðan díu. Ok, Egill, hvað Þú ert bara að segja, ég var að lenda á Reykjavíkurflugvelli. Síðan segiru, heldur ég að vera að koma frá Egilsstöðum? Ránt Benedorm. Málega, þú ert svona að gefa til kynna hana að þú hefði lent á einkaþotu. Ekki segja einkaþotu, en segðu, ég lent á Reykjavíkurflugvelli. Ekki Keflavíkurflugvelli, takt eftir því. Og segðu síðan áður og fórst út og keftir brakandi ferskan kaffibolla. Þú ert búin að hugsa um hana síðan. Síðan ég fór til útlanda. Já, og þú ert á 20 milljóna króna BMF. Er það til eða? Já, er það til? Ok. Ekki vera svo mikill, ok. Ég held bara, 20 milljóna bíl, ég held að það væri bara strætó myndi kosta 20 milljóna. Sko. Ég veist ekki bara að það væri til 20 milljóna. Sko, þú ert úti í skyrtu og með bindi, búið, í engu öðru. Hvernig getur það mögulega að virka? Ég ætla bara að hringja þetta. Ég verð að fá að heyra hvað það segja. Eitt punktur, segðu sér á leiðinni og þú var að peka hún upp, hún er hætti í vinnunni og hætti í vinnunni strax. Ef allt klikkar, þá máttu spila kóka í spilinu. Nei, maður. Og þú finnur þetta ekki að ganga. Mér finnst það svo ógeðslegt alltaf. Og málega, eitt trikk sem þú aldrei notið að hinga til.
Fáður innan takt eitt lykil Nei, hætti þessu í símanum. Þetta bara grín. Það enginn að gera þetta. Þetta bara svo ógeðslegt Ég þarf að fá textan. Má ég hafa hann fyrir fram? Svo komið númer hérna. Þetta var aldrei það ganga. Nei, ég bara skil ekki okkur alltaf að hendi innan ógeðslega Þetta hefur gengið einu sinni. Ég einu sinni náð stefnum á því. Hver var það? Það var einhver kona á Kaffi Tár. Bakkamestari Mjöld, góðan daginn. Já, hver það með leið? Hvað er það? Hver það með leið? Halló, hver það með leiði? Bakkamestari Mjöld. Já, við hvernig ég að tala? Jóspinna. Ég að leita Jóspinnu. Já, Jóspinnu. Jóspinna, já. Ég heiti Jóspinna, já. Já, þetta Jóspinna? Já. Bingo. Hvað er það? Jóspinna? Já. Halló. Já, halló. Jóspinna, ég var að lenda á Reykjavíkurflugvelli og ég var ekki að koma frá Egilsstöðum, ég var að koma frá Benidorm og ég lendi á Reykjavíkurflugvelli, ekki Keflavíkurflugvelli, þetta nú vel eftir því. Hvað er talum? Áður en ég fór til Benidorm, þá kom ég til þín og ég keypti eitt brakandi ferskan kaffibolla og vínabrauð. Já. Og ég er búin að vera að hugsa því síðan. Oh my god. Ég keypti þetta Coffee and the Danish, það bara svo leiðis og ég er búin að vera að hugsa því síðan. Já, ok. Og í dag bóndadagur. Já. Þannig að þetta að fara að gerast, hlusta nú vel. Ég siti inn í 20 miljón krónar BM-vaffinum mínum í 2 flíkum. Ég í skyrtu og ég með bindi og ég með billibói á mér. Ég var að renna á mig einum billibói og þetta að fara að gerast, ég er á leiðinni að sækja þig. Taktu sjensi með mér, kottu á vit ævintýrana. Segðu yfirmanniðinum á sett hætt í vinnun í dag. Ég er yfirmaður hérna, sko. Ertu yfirmaður? Bingo. Já. Hentu af þér öllu dóti, öllu sem þú ert að gera, droppaðu því. Kottu út í bíl, ég verð komin eftir 10 mínútur. Kottu af vit ævintýrana. Oh my god. Ég er með mikið magna kókaini með mér. Já, ok. Til hamingju með þetta. Það er nóg til, það er veistla. Er það? Getur aðeins beðið? Já, ok. Ég var að fá mig lykil, það er það sem ég var að gera. Jósefína, ég ætla að segja þér eitt. Ég er að koma að sækja þig núna, eftir svona 15 mínútur. Og vertu tilbúin, kottu með mér á vitaðendina, það er bóndadagur. Já, ég veit að það er svona bóndadagur, ég bara senda eitthvað annars stelpu fyrir þig, sko. Þessna er fínt, ég held það fyrir þig. Ég skil ekki alveg, ertu on? Ég skil alveg. Nei, ertu til? Nei, ég er ekki með tíma, skilur þig. Tíma? Ég er ekki með tíma fyrir þig, sko. Til hamingju með bóndadagur. Takk fyrir það, og svo góða helgi. Það var gott í kvöld. En má ég fá 10 sekundur í viðbót til að sælja þér þetta? Ég er með billibói á mér og mikið magna kókaini. Já, veistu hvað, ég er ekki með mikið tíma fyrir það. En samt, takk fyrir ringja. Gætu við allavega sest niður. Og svo hafa gott kvöldi. Og svo líka gott helgi. Já, en gætu við sest niður og fengja okkur kaffi. Jósefína. Þetta er alltaf sannig viðbjörn og ég er ánægður með Jósefínu. Þetta er svo óþægilegt. Óþægilegt? Takk fyrir að sleppa þessu meitulurinn. Þú byrjar að fá þér. Hvernig útsendingu? Ég sagði að það var í plan B. Þetta var ekkert að ganga, þú heyrðir alveg. Ógeðslegur karakter. Þetta var eiginlega success. Já, ég náði ekki. Hún taklaði þetta bara vel og sagði bara að hætta þessu. Ég náði ekki, sko, ég náði ekki alveg utan nafnið. Ég heyrði það ekki nógu vel. Það var það sem ég skeit á mig það, sko. En mér fannst þetta, var þetta ekki... Þetta var ekki success. Þetta var nánast success, nánast. Það eru margir sem eru að hlusta sem eru, ég er búin að fá sent hérna því ég var með rólega tónlist aðan og svo var ég að segja að það var ekkert allir í janúarblöð. Ég er búin að fá sent að það eru bæði skólar að fara á jammið. Ertu ekki sáttu við Tristan? Það eru þorrablót og annað og ég ætla að vona að þetta lið sé að fara bara live their life. Ertu ekki sáttu við Tristan? Nei, ég þola hann ekki. Vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27, sími 577 4747. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldshöfða 12, Phoenix veitingahús, sími 5677 888. Í sambandi við næstu blómabúð eða besta borgarann í bænum. Í sambandi við einhvern sem tengir mann strax. Í sambandi við öll fyrirtæki á landinu og stystu leiðina þangað. Þetta eina símanúmer eða
öll hin. Í sambandi við þig og sambandi við aðra. Veldu þér þína leið til að vera í sambandi við allt. Já svarið. Byrjaðu nýja árið með látum. Í World Class finnur við fjölbreytta opna hóptíma, spennandi námskeið og fyrsta flokks heilsulind. Kortafar fá ótakmarkaðan aðgang að 10 stöðum og 4 sundlaugum. World Class, það sem hjartað slær. Jó Ís. Veldu sykurlausan stefíu jógúrtís og blandaðu við ferskum ávöxtum. Jó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Eru góðar og glútenlausar fréttir. Þú getur nefnilega fengið allar 8 tómu pítsur á Dominos með glútenlausum botni. Dominos. Stór útsala tölvulistans í fullum gangi. 1000 tölvuvörur á alltaf 70% afslætti. Tölvulistin. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. XO, Jóðallhúsinu, Vesturbæ. Kemur þú með Evrópumeistaratitill til Íslands á föstudaginn? Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Útsalan í fullum gangi og það opið til 9 í kvöld. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Bóndadagur. Enski barinn. Einni stærstu útsölu okkar frá upphafi líkur helgina. Alltaf 50% afsláttur. Húsasmiðja. Blóm sem bóndinn fílar. Garðheimar. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það hárrétt að Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð og við þökkum þeim kjallaði fyrir það. Það styttist hér í spurt og svarað hjá Agli. Það líka tenging hérna á eftir og svo hefur við eftir stöðla staðrindur og fleira. En það brakandi fest íslensk slúður. Já, svo íslenska slúður í dag líka. Toggi á bylginu, hann heimtaði það. Já, og það hárrétt. En það sem ég meðandekur núna giftast, sofa hjá, drepa. Það alltaf erfitt. Já, sem búið að vera í smá pásu. Þetta í fyrsta sinn á þess ári sem við förum í það. Og það þetta leiðilegt tenging en samt tenging að því að Evrópumóti handbolti í gangi. Já. Við skitum á okkur, því miður. Þetta klassísku bílarleikur. Komist ekki áfram. Já. En ég ætla samt að tengja þetta handboltalandsliðinu. Okay. Já. Það þemað í dag. Þegar þeir voru að keppa á Evrópumótinu. Gott þema. Og ég spyr, ef þetta sofa hjá einum, giftast einum og drepa einn, hvernig myndi velja þetta? Og nöfnin sem í boði eru Aron Pálmarsson, Guðjón Valur Sigurðsson og Alexander Pettersson. Ég held þú allar að hendi Bjögga maður. Bjögga Markmann, vilja hann frekar það? Nei, við viljum engan af þeim sko. Nei. Það erfitt sko. Ætla kannski að senda boltan yfir eiginlega eins. Já. Veist þú hver Alexander Pettersson Steindi? Sjálfsög, veit ég hver það er þetta mínum uppáðast leikmennum í landsliðinu. Ok. En þeir, að Guðjón Valur með konu og börn eða ekki, og Alexander líka. Það var ekkert að spila inn í, þú ert sjálfur með konu og barn, þú ættir ekki verið að gera neitt af þessu. Þeir eru allir með konur og börn, maður, þessi gallar, þannig að þetta er bara... Ekki kjúklingur, ekki Aron. Ekki Aron Pálma. Ég meina, hvað byrja ertu svona hræddur að splundra ykkur í hjónaband? Nei, ég velta fyrir mig, við tökum ekki það inn í myndir á nett. Nei. Þeir eru bara 3 sexy gæðir og lausu og ég má, shit, þetta er erfitt. Giftast, hverju myndi það sem hoppar alltaf fram að mig núna, fyrst ég hugsa giftast, er Guðjón Valur Já, hann ég hugsa bara, hann vaknar klukkan 6 og hann eldar fyrir mig omelettu og ég kem fram og hann með svundu og þú A real husband. Ég mjög svona hress hvað viltu, en akkur, já Ég hrifin að vakna snemma og byrja daginn svolítið, Guðjón Valur myndi Þið finnst að hann ætti að sinna þér einhvern veginn. Það er mjög gaman að hlustendur vita það kannski ekki allir, ég held að grunið það samt, en þið eru eins og ólíkir og hægt að vera. Menn að Egill vaknar klukkan 6-7 og fer í ræktina að þjálfa, þá ert þú að vakna háti og sækið 2 tísar á metro. Já, en málega er að það er alveg rétt, en við náttúrulega erum báðið með badd, Þannig að við erum alveg komnir alltaf upp á sama tíma, við erum bara með mennska vekjaraklukku. En þegar að baddin tekur kríu, sem hún gerir. Við erum að skrifa sketsa, Steindi. Þú er aldrei mætt á réttum tíma því þú skila barninu og svo ferði alltaf aftur upp í. Það er ekki að reyna þetta. Ég á það til. Þú er aldrei mætt á réttum tíma. Það sem ég á það til að gera er að ég áttu til að gera, þú gerir alltaf. Þú fer heimtíðin og fer aftur upp í. Ekki ljúa hlustandi. Ég fer með dóttur mína til dagmömmu. Ég kem heim.
ætla að fara að græja mig og drífa mig út og þá hef ég sofnað við matarborðið og við eldhúsborðið. Ég hef sofnað þar bara við hliðina á morgunkottsskál sko. Ég er að lenda stundum í því en það er mjög sjaldan. En við erum að fara hérna út fyrir Aron Pálma, hann að þú ætlar að gifta Guðjóni Val. Já, ég var alveg að hugsa upp á þetta sko, því að þá þarf ég að renna inn í annarkvort Aron eða bara sofa hjá. Já, sko, en Pettersson hefur séð Alexander Pettersson eða? Hann væri að vinna sem módel ef hann væri ekki að spila handbolta sko. Er þetta ekki gaman þögg? Hann er eins og vélmenni. Já, hann er 3% fita og hann er með þykkt svart hár og þykka svarta skeggrót með og spilar þykkt hár inn í hjá þér, þú ert að velja hverjum ætlar að sofa. Ertu á gamla skólanum? Ég spila hann sín og það komið grátt svona í skeggið, það gerir helling fyrir mig. En á hverju skiptaði málið hann sem er þykkt hár eða þú ætlar að sofa hjá hann? Ég næ því ekki. Ég elska bara, fallega kallmenn með flotta beinabyggingu og þykkt hár. Já, ok. Ætlar það sem sagt að sofa hjá honum? Þú bara segir það, hendur þessu rosalega casuali fram ykkur. Þú ert að pressa svo mikið á mig blöð, sko, ok, ég Ætlar að drepa Aron Pálma? Nei, ég get náttúrulega ekki drepið, ég get ekki drepið Þú ert ekki að vera að drepa kjúklingin, ég trúi því. Nei, ég get ekki drepið kjúklingin, sko. Ég get ekki drepið kjúklingin. Nei. Sko, en á ég renn inn í kjúklingin, það sé vel að finna mér, sko. Þú getur ekki orðað þetta svona. Já, giftast kjúklingin, þú veist, hann er svo ungur og viltur og hann er ekki svona staðbittur sem Guðjón. Ég renn inn í Guðjón Val. Nei. Herri, ég bara fann að sjá eftir þessu leik. Steindi, hvað ætlar þú að gera? En þú að taka þetta bara? Ég ætla, það sem ég ætla að gera, þetta er nú ekki alveg jafn erfitt fyrir mig. Nei. Gaman að heyra. Já, ég ætla... Mennum að segja að sofa hjá fyrir mig. Að sjálfsögðu, ég bara auðvita. Vel þegið. Ég ætla að sænga með. Takk. Ég ætla að sænga með... Hvað stamaru það? Ég ætla líka bara, þetta er alveg svolítið, ég ætla að drepa Guðjón Val. Vá, það er harkalegt. Já, hann er farin út í sveit. Drepa fyrirliðan? Já, fyrirliðin er því miður komin, hann þarf að fara 6 veit undir. Það er bara þannig. Einhver þarf að gera það, ég langar það ekki, en þetta er topp náingi og ég bara... Ok, hvað er næst? Pettersson, ég ætla að sofa í honum. Og giftast Aroni? Giftast Aroni. Ok. Það hendar þetta því að það geta verið töluleik fram til kvöldi og sofið út og svona. Ég held að ég og Aron getum bara verið flottir einmitt í, sko, já, ég held að líka. Ég held að við getum bara verið að spila. Ég er að fatta okkur að Steindi ætlar að giftast Aroni Pálma. Nú, okkur. Það eini maður sem fæst í stundum í glas. Nei, þú náttúrulega hugsa strax það þegar að kemur hjónabandsins. Já, okkur heldur það. Egil, hvað það þú er? Rosalega finnst mér alltaf að vera að mála það á mig, einhver drykkja. Ég, sko, hvað meinur þið? Pettersson er bara, hann er algjör haugur hef ég hérst. Hann drekkur og full. Nei, það er bara, færið ekki meiri toppnáðar. Nú, er hann edrú? Nei, það veit ég ekki. Nei, það fæsir rauðvín og svona. Hann er bara ekki á Diablo eins og þú. Egil? Ég ætla að giftast Guðjón Val. Já, giftast Guðjón Val, hvernig ætlar að drepa? Segð mér það bara. Ég ætla að slaka inn í kjúklingin. Já, glæsilegt, ok. Hér er lag sem hann hefst geggjað, þetta er The Weeknd með The Hills, en það sem er svo flott við þetta lag er að King Eminem er með honum. Said you want a little company, and I love it cause the thrill's cheap. So no complexities, just sex. And don't lecture me, just accept. Hér á FM 95 Blöð, á FM 957 Auðun Blöndal, Egil Einarsson og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag. Og það er komin tími á dagskrárlið sem hefur verið í góðri pásu og það er ekkert að ástæðu lausu, hann er búin að vera í góðri pásu. Það er spurt og svarað hjá honum Agli. Ég hrættu við þetta. Við veitum, sakna spurt og svarað. Já, eina góða við að spurt og svarað í dag að þá fáum við frí frá spurningakeppnin hans sem er hræðileg líka. Já, ég enda sé eftir að það komið bæði. Hvað ertu með hann okkur? Byrjum á trailerinn. Hann er stuttur, þannig að þú getur ekki hvert yfir því. Eru trailer á öllu þetta hjá okkur? Ég er eini sem býti trailera. Do you have a problem? Do you have a question? Ég er með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er þrítugur og sköllóttur, munu dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara.
Það komið að í spurt og svarað hér í F9 og hvað ertu með í dag? Ég er með nýtt koncept í dag. Já. Glænýtt koncept sem aldrei verið áður í spurt og svarað. Vanalega, því að renni gegnum tölvupóstin þessi 1000 pósta sem ég fæ alltaf, þá er ég að velja alltaf svona 2 stutta petít pósta. Ég var fengið á svona alveg frekar langa pósta, en ég hugsa þegar strákarnir röflið mér ef ég tek svona langa spurningar, þannig að ég bara offa þær. Sér fekk ég klikkaða hugmynd í gær. Áður ekki velja bara eina langa spurningu í staðan fyrir með 2. Að vera bara með eina, já. Er það bara með eina spurningu? Mér líst alveg ágætlega það að sérst bara með eina spurningu, sko. Já, og málið er að ég ætla að byrja fólk að má sér kaffibólla, því að þetta er þannig saga. Þú basically nærir kaffibólla, þú hallar aftur í stólnum, hlustar á söguna og þegar sagan er búin, þá er hann að leysa vandamáli hjá þessum höfðingja. Þetta er kaffe og relli bara. Þannig að ég ætla bara að hefja smá lestur, því að þetta er náttúrulega bara hörku póstur sem ég fekk, sko. Ok, hver var að senda hérna póst? Hann heitir Þorgeir. Þorgeir, já. Og Toggi. Já, Toggi. Ég ætla bara að byrja þetta. Hann byrjar að segja sælgilsi. A man who is a man. Amen. 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 Það segir 3 svara amen. Er hann kannski bara að segja amen? Nei, það kemur A, bil, man. A, bil, man. Og síðan kemur A, strik, man. Hann finnst þú að vera mikill kallmaður að heyri. Já, þetta er bara... Hann segir, ég þarf á ykkar aðstoð að halda. Ég held að þið allir getið hjálpað mér með þetta vandamál. Með fullri virðingu verið þér, Gilsi. Ég veit að þú ert með miklu meiri reynslu en Stóni og Blöð í að lesa vandamál, en þeir geta alveg líka hjálpa til núna. Nú, ok, þetta er ekki... Já, ok, ég fíla það. Það er ekki verið að bauna mig á steindi í þessu loksins. Ég er sköllóttur. Ég er sköllóttur. Það tók mig góðan tíma að geta sagt þetta upphátt. En í dag get ég sagt þetta án þess að skammast mín. Ég er sköllóttur. Ég öskra þetta með þess að oft ákveð. Ég er sköllóttur! Hvað er í gangi? Hann öskar það. Sköllóttur! Hann segir, hann stendir þessu sér, hann skerir þetta með stóru stöðu. Já, ég sé það, upprópurum líka, allt í kaps. Hvað akkur hann öskar hann sér sköllóttur? Það er alltaf kannski ágætt tilfinning að þú ert búin að kannski svona sætta þig við það. Ég er sköllóttur, ég var ekkert að öskra það, sko. Nei, þegar þú mistir hárið 20, þá tókstu þetta feysið ekki, svona einhvern veginn og tók tíma að viðurkenna þetta. Varstu aldrei rúndandum á Hyundai Coupe og öskar út í gluggan, ég er fucking sköllóttur. Ég var ekki sköllóttur, ég var í Hyundai Coupe. Ok, hann heldur áfram. Ég læsti mig inn í 2-3 ár eftir að hárið kvaddi mig, en ég er búinn að sigrast á óttanum. Ég fór bara að hugsa, gellum finnst þetta töff. Ekki segja gellur, það er eitthvað voða skrítið. Þorgeir segir gellum finnst þetta töff, lestu þetta. Já, gellum, já, skrítið að nota orðið gellur. Það er það sem er skrítið í þessu. Hann skulle nota orðið gellur. Þetta er hann að loka sig inn í 3 ára þegar hann sköllóttur. Þú veist eftir vittlastengta ángreins og svo heimskust. Ég veit ekki hvað þetta gerst, ég finna að ég get alveg... Það var skrítið gellur, en áfram með þetta rönd. Ég get ímyndað verið að sjá ákveðin drungi að... Og hann segir hann, ég meina, sérðu gellurna sem Jason Statham með mér núna, svo Svessi með geggjaða gellu, Line the Fine, og Blöð veður í gellum. Ég fattaði bara, gellur elskar sköllóttar gæja. Það er elskað. Þetta er a blessing in disguise. I'm bold and I'm loving it. Ég byrja alla dag að horfa í speilinu og öskra bold, 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 bold. Svona eins og í Wall Street. Bankar hann í bringunum sér líka. Já, hann segir þetta, Þorgeir. Síðan kemur hann segir, núna kemur sem sagt að spurningunni. Ég geng stundum með húu og sexpensara. Við búum á Íslandi og það er kalt, þannig ég húa með stundum í gang. Það er ekki út af því ég er sköllóttur. Eins og ég sagði áðan, ég er búinn að sigrast á óttanum með það. Ég fór á date með einni gælu daginn sem vinkonum mín setti upp. Ég sá hann á Instagram, ég leist mér á hana og sagði mér vinkonu að henda upp deiti. Ég pikkaði hann upp, opnaði fyrir hann hurðina og mikill herramaður í öllu ferlinu. Við förum á grillumarkaðinn að borða. Ég er þarna með sixpensaran á mér bara og við röltum inn og ég lauma 5 ára þjóninum og hann græða besta borða á staðinu fyrir okkur. Voðalegt að sést þetta, er það hægt núna? Er það hægt á þessu stöðum? Er það lauma 5 ára á þjóðunum og... Hvaða típa er þetta? Hann laumaði 5 ára á þjóninum. Og með einhverju gellu. Og síðan segir hann, ok, geggjað, all going according to plan, segir hann. Við komum að borðinu, tillum okkur. Ég segi við þjónin, fá 2 G&T, en farið róli í tíð. Hún brosti til mín. Fann sér sniður og ég hugsaði hvað svona típa er þetta? Er þetta bara eitthvað sköllótt fyllibitta? Nei, hvað, hún er bara hann með comedy, fá G&T og róli í tíð. Þá vill hann bara gín. Já, þú veist, hann vill hafa þetta stert. Og síðan segir hann, ég sá Jóa Fel að borði rétt hjá okkur. Hann var í stuttum þröngum ból og ég pikkaði dömun og sagði, Jói Fel þarf að drulla sig í ræktina, kallar hann henda byssur eða? Daman sprakk úr hlátri. Hláturinn kominn,
besta date sem ég farið á ævinni. Þetta finnst mér ekki vera Nei, þau eru bara vel saman heyrist Já, mér það er heyrist alltaf ganga vel á nefnum. Bæði vera mjög óathyglisverð. Á þessu tímabúti gæti þetta ekki að vera að ganga betur. Ég hugsaði þarna, djöfull er ég orðinn maðurinn. Drykkinni kom á borðið og sama tíma og daman byrjaði að táa sköflungin á mér og byrjaði að fikra sig ofar. Byrjaði að táa hann? Já, svo undir borðið eitthvað svona fyrir að tætnar eitthvað leiðin sköflunginu og eitthvað. Þegar þjónninn setur drykkin á borðið, þá pikkar hann í mig og segir, fyrir ekki, villu vinsilast taka hattinn að þér hérna inni? Og ég bara, já, ekkert málmeistari, minnsta málið. Og á þessum tímapunktur tætnar á döminni komður upp mitt lærið á mér. Ég tek sixpansan af mér, hún er að taka sopa að dryknum sínum á sama tíma, ég tek hattinn rólega af mér og á sama tíma sé ég augunarnar galopnast. Aldrei sé hann stór augu á æfinni. Og hún frussar svo dryknum yfir allt borðið, yfir með allan og andlitið á mér. Já. Hún ríkur svo upp, hrindir þjóninum sem kom með drykkina. Hvað því hann var sköllóttur? Ég bara Leðum að klára hvað þú heilir alveg hvað að gerast hérna. Leðum að klára söguna. Þú kom með hendur og takk hann aftur. Já, af hverju heldur að það sé? Já, leðu Pían sér hann sem sköllóttur og bara hrækir drykknum og hrindir þjónum. Það hlýtur að vera eitthvað annað. Hvað pía þetta líka vel? Mesta kjaftaði sem þetta er pottið. Þú er ekki sem að kjafta. Þú er ekki að hrugla. Þú veist að ég er ekkert eini sköllóttur menn á landinu. Það er sköllóttur menn að hlusta, sko. Þú veist þetta er saga with a twist, rosalega twist. Egil er svo vanur því að komið gott twist í lokin. Alltaf sama kjaftaði. Þetta tengist ekki sköllanum, örgulega. Það kemur eitthvað annað í ljós. Ég ætlar að klára hérna spurningur þessi höfðingi. Og hann segir hann, já, hrindir þjónunum, svo komið drykkinn og hleypur áfram í 8 stigunum. Stigunum hann á Gilmarkanu, veitu hvað stigin er hana. Þjónninn flaug upp á næsta borð og mölbraut allt þar. Hún dreif sig svo mikið, hún glemdi jakkanum sínum með þessa. Í stígan og sá ég hérna svo hrinda gammalli konu niður stígan, hún rúllaði hérna niður stígan greið. Hvað píamaður? Hún öskra svo á alla, drullið ykkur frá og síðan bara hún hefur gjössalega störtlast og hún sá þegar hann tók af sig þetta sixpence og síðan bara hvar hún. Ég sitt hérna eftir á borðinu, blautur í framann, allir að stara á mig. Þarna kveikti ég. Sameiginlega vinkonu hennar lét hann að greinilega ekki vita að ég var orðinn sköllóttur og sjálfstöktið sem var komið í mig fór á sekúndubróti. Núna þarf ég virkilega á blöð að halda hvað hefur hann gert í sambarlegum aðtökum og hvernig fæ ég sjálfstöktið mitt aftur þegar þetta er skrifað þau er búin í herbyggi 78 daga straight. Hvað er Þorgir? Já, frábært. Með þessa píu þá var þetta besta sem gætt komið fyrir Þorgir. Hann er bara að hrinda gammalli konu. Hann er búin að vera í marga mánuðin í herbyggi, þú. Já, það er ekkert að því að það er bara eitthvað að þessu pari. Byrjaðu nýja árið með látum. Í World Class finnur við fjölbreytta opna hóptíma, spennandi námskeið og fyrsta flokks heilsulind. Korthafar fá ótakmarkaðan aðgang að 10 stöðum og 4 sundlaugum. World Class, það sem hjartað slær. Langar þig að eiga allar treyjurnar sem Pele spilaði í ævina? Það er 145 milljóna risapottur í getraunum helgina. 1x2 í tippum. Fáðu þér gott að borða í IKEA. Í janúar færðu halvan grillaðan kjúkling, franskar, hrásalat og sósu á enn betra verði enn í fyrra. Aðeins 895 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Pizzabátur er bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Thule og Dominos kynna Mið Ísland með glænýtt uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum. Örfá sæti lausum helgina. Miðasala á miði.is. Kjötbotnar, blómkálsbotnar, alls konar botnar fyrir alls konar pizzur. Ugly, Cowboy, Smiðjuvegi 2, 552 6060. Lýstu daginn 5. D-vitamin, ná, gæði, hreinleiki, virkni. Gerðu þér dælt við X-stöðvar orkunar. Þar er engin afsláttur, bara eitt lágt verð. Er það ekki magnað? Orkan, einfallega lágt verð fyrir alla. Við höfum tekið í notkun glænýjan matseðil. Safran. Karlmenn, gleðilegan bóndadag. Bjór á hálfvirði allan föstudaginn til miðnættis. Enski barinn. Upplifðu náttúrulega töfra með P3 hárvörum frá Paul Mitchell. Blómvendir sem gleðja. Garðheimar. Sunnudagur Stöð 2.
Auðun Blöndal heimsækir Gylfa Sigurðsson, landsliðsmann í knattspyrnu. Hann búsettur í Wales og leikur með Swansea í ensku úrvalsdeildinni. Super strike from the Icelandic International. Atvinnumennirnir okkar, sunnudag klukkan 19:40, Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Atvinnumennirnir okkar í boði Icelandair. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Þetta er hún Selena Gomez. Ég með lagið Good For You. Fínasta sönguna hér á ferðir á hlusta á FM 95 Blö og já, það styttist í íslenskt slúður. Steindur ekki með slúðri lengi? Já, það er bara rakandi fest í dag. Já, en áður fyrir mig slúðri þá ætlum við að fara í sturlaða staðreyndir. Það búið svo þéttu þáttur í okkur og það er gleymdust. Nú, það gleymdust? Ok. Gjótt en þær gleymast. Nei. Og ég er með 10 handeikur eins og alltaf. Og já, ég er tilbúinir. Þið tilbúinir drengir? Já. Hlustendur vonandi líka. Hér byrjar þetta. Kolkrabbar eru heyrnalausir. Já, ég meina, hefðu þeir eitthvað mikið að gera við heyrn? Þeir ekki bara án í sjónum og... Jú, en bara, þetta er bara stöldu staðin. Þeir eru heyrnalausir. Ég veit ekkert hvort þeir hefðu eitthvað með heyrn að gera en... Nei, þetta er sant. Og líka með... Eru þeir ekki blindir líka? Þeir eru líka með nógu marga arma til að tala takmál. Já, en eru þeir ekki blindir og... Það kom ekkert fram. Nei. Þetta eru leiðileg dýr maður, ég... Leiðileg dýr? Hvað, hefur kynst kolkrabba? Nei, ég er að segja bara, þú veist, þetta er ekkert að gerast þetta hjá þeim, sko. Nei, ekkert frekar en hjá fisk? Nei, þetta er bara, nei. Sammála, ég er bara, akkurat. Næsta, Nicolas Cage, þessi hefur komið áður. Mér finnst hann bara svo góð. Nú er ég spenntur. Nú er ég spenntur. Þessi hefur komið áður, en mér finnst hann svo bara góð og ég sá hann aftur, ég varð að taka hann með. Já. Nicolas Cage tók einu sinni sveppið með kettinu sínum. Já. Svona magic mushrooms. Tók magic shrooms? Já. Ok. Það var bara shroomies hjá honum á kettinum. Eitthvað nýlega? Á hann það köttina? Það kom ekki fram. Allir kötturinn hafi lifað þetta af. Kötturinn getur að fengið one trip og farið út á fartið og það er ekki sniðugt, sko. Það er ekki sniðugt ef kötturinn fer út á slæmu sveppatrippi. Já, ef þú ert á slæmu trippi og fer sér bara eitthvað út á fartið, það er náttúrulega, það er í stór hættu, sko. Það er ekki það sem ketti gera, þeir fara út. Nei, þú sér það, þú er búin að lesa oft í blöðunum að það eru menn hlaupandi allsbyrinn í hagkaup og þú veist, þegar menn hafa one trip, sko. Þannig ég ætla að vona hann hafi lokað köttin inni. Já, það kom ekkert fram hvort að kötturinn strókið út á vondu trippi. Nei, ég var ekkert búin að segja ykkur frá því. Var ég búin að taka ekkert fram ég var búin að segja ykkur frá því þetta með slúðrið Nicolas Cage þegar hann var á töfrasýningunni í Vegas. Nei, bara gerðan þar. Við erum bara stjórnlega staðrindin núna, sko. Nei, ég mun bara svona henda rætt inn af því ég náðu ekki að koma því að hann, sko. Mér minnir ég að vera búin að segja ykkur þetta þegar hann var ekki búin að segja ykkur þetta þegar hann var á töfrasýningunni í Vegas. Hvað gerðan? En það var þetta töframæður sem var að töfra og það er alltaf mikið dýravinnur. Þið veitir það, mjög mikil dýravinnur. Og Nicolas Cage er sko, hann sér töframanni vera að feiblast þarna eitthvað í dýrunum og hann er með alls konar dót og svo tekur hann sko einhverja kaninu upp úr kassa. Nicky Cage. Nei, töframanni. Back in the box. Oi, mann, hefur næsta. Þá segir hann á töfrasinn, stendur upp sko og segir, herðu, bara við töframanninn. Put the button back in the box. Pappi Woody Harrelson var leigumorðingi. Hæ? Pappi Woody Harrelson var leigumorðingi, sturlu staðrind. Það er rosalega sturlu staðrind. Hvort veist ykkur sturlar að pappi Woody Harrelson hefur leigumorðingi eða Nicolas Cage hefur að taka sveppi með kettinu sinni? Mér til að magna sagt töframannir þetta kaninn aftur. Það er náttúrulega, það var alltaf horfða allir á hann standa upp og segja þetta. Það er alltaf áfram með sturlaðar. En sko, málið það, með þetta er rosalega, og hvað, og er hann þá í fangils? Er hann dáinn eða er hann í fangilsi? Það kom ekki fram heldur. Hann alltaf var leigumorðingi, ég ætla hans ekki dáinn. Svo er það næsta, Adriana Lima sem er eitt stærsta módeli á Victoria's Secret. Hún misti meidóminn þegar hún giftist 27 ára. Já. Hún sparaði sig. Hún er verið að spara sig, já. Trúið, brasilísk. Þetta er nú bara eitthvað sem hún segir líka. Er það bara þannig? Já, hún er bara mjög kaþólsk. En var þetta ekki eitthvað sem Britney Spears hélt lengi fram líka? Já, þá var hún 16 ára, 18 ára eða eitthvað, hún fór ekki alveg með þetta til 27 ára, 27 ára var hún sköllótt með regli, Já, hún alltaf stappaði alveg gjössalega. Svo er það iPhone-in, hann er næst sölulegasta vara allra tíma.
Vitið þið hvað sölulegasta var allra tími? Ég ætla ekki að eyða miklum tími í þetta, en ég skal gefa ykkur hint. Þetta var mjög vinsælt in the 80s og Justin Bieber mjög góður í þessu og það keppt í þessu. Hvað haldið þessi sölulegasta vara allra tíma og hefur selst meira heldur en iPhone? Bieber góður í þessu. Bieber góður í þessu. Það keppt í þessu, það sett heimsmet í þessu. Það var mjög vinsælt in the 80s. Mikið vinsælt in the 80s. Já. Þetta mjög erfið. Það eru örugglega einhverju hlustendur búin að kveikja. Já, það náttúrulega miklu erfiðar að vera hér inn í stúdíónu allt ína að þurfa að finna það, en oft kemur þetta að þægilega að maður bara eitthvað að keyra eða ekki. Vinsælasta sölu vara allra tíma, þessu staðan í dag, iPhone og örugglega eftir að taka fram úr því, er Rubik's kuburinn. Já. Veitu, Justin Bieber góður að leysa Rubik's kúb. Þetta er náttúrulega bara trikk. Þú getur fara á YouTube og lært að leysa þetta 8 sekúndum sko. Já, okkur gerur það ekki, þetta er svona létt. Gerðu það? Nei, það er bara trikk. Þetta er svona enn eitt dæmi bara hvað er allt létt fyrir því stendi. Engin maður á Íslandi með jafnmikla trú á sjálfum sér. Herðu, byrju, eftir að segja mig það þú veist það er búið að gefa út bækur hvernig á að leysa hana kubb sko. Ég heit ekkert 2 sólarhringum, ég geti leyst hana kubb á 5 mínútum. Já, alveg eins og þú getur tekið 80 kíló í bekk og lamið Egil. Svo er það næsta. Ég geti leyst hana kubb á 5 mínútum. Já, gerðu það næsta þetta. Af hverju ertu ekki með hana kubb hérna núna? Og af hverju eru ekki búin að láta að hlaupa 15 kílómetra? Það væri gaman að sokka stendur núna. Ég geti líka hlaupið 15 kílómetra. Þú heldur, ertu ennþá fastur þar? Heldur ekki ekki hlaupið 15 kílómetra? Eða ekki bara slá 2 flugur í einu höggi næst og þú hlaupið 15 kílómetra með Rubik's kubb? Nei, ég geti hlaupið 15 kílómetra og svo þegar ég er komin í mark þá geti ég leyst hana kubb. Já, glæsilegt. Það er ekkert mál. Þetta er náttúrulega sjúkrabíl keyra eftir. Já, þú verður dauður eftir 8 kílómetra. Alls ekki, ég tek áskorunni. Sígarettu stöðburðin hana. Svo er það næsta. Heilin man betur eftir slæmuminningum heldur en góðum sem er þér til varnar. Hann er að passa upp á þeim. Og það er ekki alveg nóg gott, maður munir betur eftir slæmuminningum heldur en góðum. Það er að búa til góða minningar. Það er alltaf svona, svo mannst alltaf vondu minningar þar. Mannst aldrei góða minningar. En það er víst samkvæmt Sturlunds staðreynd og þá er það því að heilin er að hjálpa þér sko. En þegar þú rifjar upp Vegas-ferðina mannstu eftir góðu stundunar eða slæmu? Góðu, þetta er góðu punktur í það. Mannstu ekki eftir svona þegar þú tapar ríkalega í rúletunni? Ég tap aldrei neitt ríkalega. Já, þú veist. Ég gamblað, ég bara, eins og ég segi, ég hef aldrei logið að hlustendum. Ég hef aldrei gamblað hann að mér líði bara illa. Setur $20,000 svart og sem kemur rauður skilu. Já, af því ég hef gert það. Það er eitthvað rugglaður. Svo er það næsta. Hugh Hefner misti sveindóminn 22 ára. Já. Og hefur ekki stoppað sig. Byrjaði seint en er búin að vera virkur síðan. Já, maður ekki skotið á 22 ára hjá Hugh Hefner. Maður heldur ekki skotið á að hann væri still going strong 90 ára sko. Nei, hann fættur 1926 sko. Já, hann er old piece of shit er þetta. Já, hann líka bara hann á tóra ekki kalla greiði mannin old piece of shit stendi. Hvað er hann gamall? Þetta byrja verðingu fyrir þér. Því ég nenni ekki að reikna. Hvað er hann gamall? Hann er 89 ára og hann er ennþá að gera niður sig í Playboy mannsjóninu. Jesus. Nintendo á svo mikinn pening að þeir mættu tapa $250 miljónum á hverju ári til 2052 en eru þið samt ekki gjaldþrota. Það er ekki stendur þetta, er ekki PlayStation búið að taka yfir þessu Nintendo kjaftaði? Sony, sko Nintendo er alltaf stórt, Wii og allt þetta kjaftaði. Það er svo Video Game Tard og Stonefucker, þeir eru í PlayStation, eða ekki? Já, sko, Gameboy, Sverri Bergman, hann er samt rosalega Nintendo maður, sko. Hann er alltaf í Nintendo. Já, hann er líka mikill Wii-maður, hann er að spila Zelda og... Hvað var marga tölvur eiginlega? Hann á flesta sem ákom. Það er ekki til meiri tölvulúð á landinu heldur en Sverri Bergman. Í niður? Já, hann keppir sko, þú mátt ekki horfa fram hjá Óla, Game TV. Já, reyndar. Þeir tveir og ég er náttúrulega litli bróði Game TV, þannig að við erum 3. Já, og segir þú stoltur. Svo er það næsta, þú sérð betur þegar þú ert hræddur. Ok. Sturlu staðreynd. Já. Og trættur þá... Sérðu betur. Já. Ok. Gott að nota það. Já. Svo er það síðasta, bananar eru góðir við þingu. Ég er ekki alveg að kaupa það en... Ringið ekki alltaf bara í bara shaken pizza og panti ykkur pizza þegar þeir eru þunnir það? Já. Það er ekki í banana. Nei. Norður Kóreumennir eru búin að finna upp áfengi sem veldur engri þingu. Ég er spenntur eftir því. Já, hann að næsta sem að gera eftir Steinda Junior, hann fyrir að djamni í Norður Kóreu. Hann er svo safe og gaman. Ég get alveg ímyndað að vera að henda með þangkvæmt. Talandi Steinda Junior, þá frá því að mætti 1 klukkan 4, þá er hann alltaf að segja herðu, vissu hvað vinsælasta lag landsins? Vissu hvað vinsælasta lag landsins? Ég bara, hvað? Spila þetta? Akkur ert að segja þetta? Hvernig er þetta fyrir því? Hvað er alveg? Ekki andar, bakið orðið sveitt og ég perla í framann. Með langa pínu heim en það er samt alveg gaman. Nýtt hljóðkerfi, nýir skjávarpar. Boltabjórinn á veskisvænu verði. Enski boltinn í beinni á Enska barnum við Austurvöll.
Livja býður 20% afslátt af öllum Nikotinell Livja tyggigúmí í janúar. Afslátturinn gildir af öllum bragðtegundum, styrkleikum og pakningastærðum af Nikotinell. Livja, lifið heil. Í tilefni bóndadagsins bjóðum við kjúklingavangi og bjór á 1000 krónur til klukkan 10 í kvöld. American Bar, nýi staður í þinn. The Revenant, tilnefnd til 12 Óskarsverðlauna, meðal annars fyrir bestu mynd, bestu leikstjórn og besta leikara Leonardo DiCaprio. You have to fight as long as you got a breath in you. The Revenant, komin í bíó. Stór á krana á 550 kall, milli 5 og 8, alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Burrito ekki bara burrito. Burrito lífstíll. Þú ert það sem þú borðar. Þú ert burrito. Serrano. Fresh, happy, Max. Í sambandi við næstu blómabúð eða besta borgarann í bænum. Í sambandi við einhvern sem tengir mann strax. Í sambandi við öll fyrirtæki á landinu og stystu leiðina þangað. Þetta eina símanúmer eða öll hin í sambandi við þig og sambandið við aðra. Veldu þér þína leið til að vera í sambandi við allt. Já svarið. Ef líkamsræktin á að skila skjótum og markvissum árangri skipta fæðubótaefnin miklu máli. Leitaður á það hjá okkur, Fitnessport Faxafenni fyrir fólk eins og þig. Blóm sem bóndinn fílar. Garðheimar. Bóndadagur, bóndadagur, bóndadagur. Enski barinn. Í kvöld á Stöð 2, stór skemmtilegu spurningaþáttur með hennum eitur hressa Loga Bergman. Þú veist að baka alveg mega mikið að setja þetta fríðin upp. Bomba. Í kvöld klukkan 19:25. Bomban, American Idol og The X-Files. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Bomban í boði Sirius. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll, þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Mikið rétt að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, strákarnir sögðust að fyrir í tengingu í dag, en hvað? Já, sko, við erum alltaf reyndum að tengja í klukkutíma og það er ekkert létt að hitta á 2 aðila. En svo settu þinn vittlust númer þegar þú ætlaði að tengja eitthvað. Já, það er svo erfitt að tengja. Já, við reyndum að tengja hina og þess áttum allan bæ. Við reyndum að tengja Joggman, við reyndum að tengja Leon C, við reyndum að tengja fullt af fólki. Við tengdum Herbert Guðmunds. Já, af því ég var að tala við Pétur á hann sem klippti þetta. Hann sagði mér þetta mistekist, ætliði samt að spila þetta. Já, sko, þetta mistókst og ekki mistókst. Mér finnst allt í lagi að spila líka mistökin, en málið það, við ætlum að tengja Herbert Guðmunds og Leon C. En Pétur Valmundar, sem var á tökkunum, hann sló inn vitlausan staf í símanúmerinu. Þannig að númerið gerði breytist og hann hringdi í Jenna Daða. Sem hver? Það veit við ekki hugmyndu. Við veitum ekki hver það er. Við höfum ekki hugmyndu það, en hún fannst alltaf ekkert fyrirlegt að við varum að hringja hann. Og þú veist, þetta er bara Herbert er skemmtilegur, sko. Það er svo mér gaman. Herbert er svo léttur. Það er gaman að heyra í Heppa og hvað hann er að bralla á. Einhver er skellt á, svona, hvað er ónáð með hann að fá þetta. En byrja þeir ekki að, ég get sett þetta, byrja þeir ekki að tala saman. Þú ert ekki að fara að hlusta, við erum ekki að fara að fá velun fyrir þessi innkomu. Nei, þessna var ég að spyrja ykkur hvort við ættum ekki að sleppa og fara á íslensk slúður. Nei, mér finnst það að bloopers líka fyrir mér finnst hún samt mjög góð. Það er svo gaman að heyra í Heppa. Prófa að spila hana þess. Halló. Hver er? Jenni heitir hann. Hvað getur gert þér, Jenni minn? Var ég að hringja þig? Þetta er auðvitað blöð með at eða... Ha? Er auðvitað blöð með at núna? Nei, þú varst að hringja í mig að... Nei. Hver er þetta? Þetta númer hringdi í mig. Nú, og hann hringi síni hjá mér. 5.000 eða? Já, þetta er auðvitað blöð. Er þetta auðvitað blöð? Hann er ekki at, já. Hann er góður í þessu. Hver er þú? Já, þú vissi það maður. Herbert Guðmundsson heiti ég. Sæll Herbert. Þú veist hvað ég er? Nei. Já! Jenni Daða. Já, ég bjó á verbúð í Bóðavík. Það passar. Hvað það að segja þetta? Jenni Daða. Jenni Daða, já, flott maður. En ef ég á að syngja fyrir Jenni minn, þá er það ekki málið.
Nei, það var ekkert svo, hann bara allir hringdi síminn og það var þetta númer. Já, en Öddi Blöð gerst þetta áður, sko. Hann hefur látið svona númer ringi mig og hann eflaust að taka þetta upp svo sendur hann þetta út í þættinum eftir. Já, hann góður maður. Já, hann bara alveg með þetta. Við viljum fá borga eitthvað fyrir þetta, við sendum reikning á 365. Þeir eru bara að tala mig. Hvað ég hef verið að gera þetta, ég kom ekki nálægt þessu drasli. Akkur sögðu þetta ekki líka. En það var að fyllast af þetta. Þetta var ógeðslega lélegt. Við vildum ekki segja það. Nei, hann var alltaf að segja bara, Öddi Blöð að tekja ykkur, ég kom ekki nálægt þessu. Þér að kentum þetta, það að falla að vita. Þetta var svo lélegt. Ég er ánægð með þetta, ég hitti Herbert og hverjum degi sportasunni. En herru, bitu, en þeir þóttust einhvern veginn þekkjast held ég. Nei, hann bara vissi hvað hann væri, það vita náttúrulega allir hver Herbert Guðmundsson er. Já, en Herbert vissi ekki hver Jenny Dahl er. Reyndaður að tölum Herbert Guðmundsson, það er langt sér að hann hefur komið í þáttinn. Já, akkur bjóða honum ekki. Er hann komið eitthvað nýtt lag, eða blötuð eitthvað? Já, það getur vel verið, en ég minna alltaf það finna að vera að þér að kentum þetta. Já, það var rosalega fyndið. Þetta var bara ógeðslega lélegt. Þið fáið ekki að taka tengjum ekki eftir, það er bara In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Steindi hostaði í mikrofónu eiginlega fyrir með kynningunum. Þið eru að hosta á FM 957. Varst að fara að rífi í opnum þegar þið hosta? Já, ég var að taka svona álfuru Heiðar Östmann kynningu. Já. En klukkan er 17:47, það er föstudagur 22. janúar, það er hiti úti, lífið leikur við okkur. Já, smá úði, undirbúningu fyrir sumarið er hafinn. Úðin er nú þægilegu sko. Já, menn við eigum aðeins eftir að fara hér í Íslensk slúður í FM 95 blöð. Já, það er brakandi fest slúður og búið að fá mikið af fyrirspurnum. Já. Búið að senda mikið af spurningum líka og ég held að fólk sé búið að sakna þess aðeins og það er líka bara margir búin að vera að skýta svolítið á sig. Ég er bara búin að finna það á þessum póstum sem ég er búin að fá til mín þetta. Og hvað ertu með handa okkur í dag? Herðu, ég er með 3 móla. Okay. Og eins og alltaf, því miður er þetta allt kallmenn. Já. Það er einhvern veginn eins og íslensk kvenfólk
sé bara einhvern veginn kannski betur. Já, það kannski betur. Það bara svoleiðis. Það engin önnur skýring á þessu. Nei. En fyrsti mólin, það skal ég þér segja, það engin annar en Friðrik Dór. Okkar maður. Stórsöngvari Friðrik Dór. Hvað var hann að gera núna? Sko, Friðrik Dór, ég fæði þetta hérna sent og hann var sérst að spila núna í síðustu viku. Þá var hann að spila í félagsmiðstöð í Kópavogi. Og sem nú gott og blessað og ekki með eitthvað svona undir, eitthvað tónlist eða eitthvað svona kósi. Já. Og hann var að spila, nú hefðu bara þetta með lag með Frikk undir. En hann var alltaf að spila í félagsmiðstöð í Kópavogi og það var mikið stemning og mikið svona gaman og húlum hæ og hann átti að spila kvöldið. Já. Og hann kom í soundcheck fyrir daginn og hitti þarna tæknimann, bara strák sem var strák í skólanum. Hann Koppa, sem í 8. bekk. Hann hvern? Koppa, já, sem í 8. bekk. Já, var hann að fara að spila þar? Já, var hann að fara að spila þar og hérna, og þeir svona fóru að spjalla saman og svona smell pössuði einhvern veginn, eða þú veist, urðu bara félagar á staðnum. Frikki Dór og þessi Koppi. Já, ok. Og síðan svona eftir giggið þá fóru þeir að spjalla saman og skiptust bara númerum og svona urðu vinur á Facebook og bara svona eitthvað svona, þú veist, bara eins og þegar maður eignast vini, skilur urðu bara Hvað var eitthvað meir í gangi hérna hjá? Nei, alls ekki, nei, ekki þannig fyrir ekki, hann alltaf bara konu og barn og hérna, og þessi strákur og kærustu og þetta voru bara smell hittu saman og voru bara hérna og skemmta sér félagarnir þegar voru að spjalla saman og svoleiðis okay. og Frikki fór svona og tóka með í hitting daginn og búin að vera svona að taka með í hittinga núna, pókerkvöld og tóka með í ammæli daginn. Hvað hann að stráki 8. bekk? Já, og eru bara farnir að bonda alveg þvílegt og eru orðin bara geði ekki vinir og félagarnas Frikka, þeir eru farnir að vera svona nei, ég er ekki að djóka, og félagarnas Frikka, þeir eru farnir að vera svolítið svona, heyrðu, hvað með hennar gæja, skilur, hvað er alltaf að taka hana með og hann svona, heyrðu, bara til félagi minn, skilur, tekur upp hanskan fyrir hann okay. og hann svolítið óþægilegur þessi gæji, svona, þú veist að ég að fá þetta frá félaga Frikka, það svona í stóra vinahópnum, sko, hann alltaf að spurja svona, hvað að hugsa þú samt í glasta hundin og svona, já, hann peppan já, hvað, þú veist, hvernig er þetta skál fyrir þér og hann svona, hann nettur aðdáðandi, sko þannig að hann orðin heldur óþægilegur okay. En Frikki hefur alltaf elskað að vera með svona jámenn í kringu sig þannig að honum finnst það heldur þægilegt sko og strákurinn hann fyrir að fá bílpróf strákurinn líka og þetta bara svona, þú veist, margt gott í þessu en Frikki búin að vera sko var að óta honum bjór og svoleiðis í veislunni. Nei, hann var að segja nei, já, ekki tanni, hann var að segja bara, heyrðu, fáðu þið hvað er meistari Koppi gamall eða? Hann bara í 8. bekk okay. Já, herðu, svo Frikki Dór var að reyna að hella brenniðinu nei, hann var ekki að reyna að hella brenniðinu þeir eru bara vini, hann sagði, heyrðu, smakka einn elefant, skilur við, fáðu þið þegar ég var í 8. bekk Koppi byrjar að hella í sig, sko já, 7,7% og þeir eru búin að vera svona eitthvað að snáðast, sko, og foreldrar stráksins sem farið að hafa áhyggjur af þessu Þetta er svo mikið kjæft að ég aldrei heyrt hana og þeir ringja þeir ringdi í foreldra Frikka og það var foreldrafundur og núna er þetta svona, já, þeim finnst þetta bara astanlegt að vera að óta stráknum og bara foreldra Frikka var að hitta foreldra Koppa já, það var bara tekið fundur, bara heyrðu hvert er þessi vinn átt að fara og betur af hverju og þú veist, og hvað vitlisir í gangi hérna og þeir hafa náttúrulega bara stóra áhyggjur af þessu mikill aldursmunur á þeim náttúrulega en þeir finna ekkert fyrir því félagarnir og það er sko og núna má Frikki ekki hanga með honum nema undir eftirliti Jó, og þeir voru bara daginn núna eins og síðustu helgi þá voru þeir að gista sko gistuðu saman þeir voru bara að gista hvað, Frikki Dór var fullorðinn maður bara eins og maður gerði alltaf, maður gisti fótaði á gólfinu á dínu já, þeir eru bara sérst á dínu að Frikki er á dínu og hann er bara upp í rúmi og þeir eru upp í sveppokum og svona og pappi stráksins með því að hann þarf alltaf verið og voru allir saman að gista næsta slúði nei, þeir voru bara snáðast að tala hvað stelpur skotnir í og eitthvað svona snáðast eins og krakka gera og bara krakka, Frikki er fullorðinn maður já, það finnst öllum þetta fyrir skrítið en þetta er það rugg en þeir eru að horfa á Die Hard kannski tveir saman félagarnir, nýju félagarnir en pappin þá bara út í hotn og Frikki var núna að segja hún finnst það mjög óþægild að hafa þetta gamla skarfin með og hann er búin að ákveða núna bara og þeir eru þetta svolítið að splundra vináttunni og Frikki ætlar ekkert að hanga mikið meira með Koppa út af pappa sem búin að skemma það bara, gamli kallinn
Þannig hann alltaf, þið geta aldrei fara að hanga saman og gert eitt skemmtilegt saman, það gamli kall alltaf með. Þegar ég held þú gætir ekki toppa ruglið í íslenska slúðru, þegar hefur tekist það. Frikki Dósjórn besti vinnur einhvern Kobba sem er í 8. bekk og hann sé alltaf að fara með honum á pókerkvöld og svo sé það gista í svo búin að vera að taka með á laumunum inn á B5 og bleika dyraverði og þetta er bara búið að vera vesen og það var haldið foreldrafundur og nú er Kobba alltaf með, sama hvað þið gera og það Frikki er ekki að nenna því og þetta er að fara splúndra til hann. Já, næsta slúður. Kobba þarf að slaka á, mín skoðun. Já, mín skoðun er líka svo, hvað má ekki bara Kobbi hanga með Frikka svo lengi sem það er ekki mikið brennivinn í gangi og vesen. Mín skoðun er að þú ert að fara endur bara hugsa fyrir gangstund. Herru, þá er næsti móli. Það er móli sem ég var að fá sendið þetta og hann er helvítið skemmtilegur. Það er engin annar en Sigurður Hlöðarsson dagskrárgerðarmaður. Sigurður Hlöðarsson. Nei, ég var að lofa Sigga Hlöðarsson, hann er ekki í slúðrinu. Gleymdu þessu, næsta. Það er ekkert sem það breytir því ekkert ef þú segir Sigurður Hlöðarsson dagskrárgerðarmaður eða Siggi Hlöð. Það er búið að segja, þú mátt ekki vera með Sigga Hlöð í slúðrinu. En það var ekkert, en það er ekkert vesen á honum. Nei, það er ekkert vesen á honum. Nei, gott. Ég ætla bara að segja góða fréttir á honum. Frábært, gaman að heyra. En þetta er toppmaður og snillingur, United maður og gólvari. Já, en ég get alltaf að lauma því en hann var í einhverju smá örlitlu vesenni. Nei, flott, næsta. Þá er það er síðasta mólin og það er engin annar en Bjöggi, handboltamarkmaður. Björgvin. Það er nú meiri skellinu sem er í gangi þar. En það var svona, hann var búinn að vera með yfirlýsingu. Svona basically svona eftir sem sagt fyrir Króataleikin þá var hann búinn að segja við fólk að ef þeir myndu tapa, ef landsliðið myndu tapa þá myndi hann snóða sig, eða myndi hann klippa sig honum er andum hárið á sér hann sítt og flott hár og það var allir bara svona, já, flott og svona, og gaman og það var einhver að tala um þetta á Twitter og eitthvað svona, og gaman og svona leis og síðan dettur Ísland út allir náttúrulega þvílíku bömmir bara við erum dottnir út úr EM landsliðið búin að bregðast þjóðinni allir þessi menn búin að bregðast íslensku þjóðinni rólegur og rub it in, sko, þetta er hlustallir ég er að grínast, þetta eru toppmenn og hérna, en þeir gerðu sitt besta og allt það en Bjöggi, þá fer hann einhvern veginn að láta þetta snúa svo mikið hárið á sér er henni klefa bara stakar að djóka ég þarf að fara að klippa mig ég ætla að klippa mig ég er ekkert að djóka ykkur, ég er að fara að klippa mig og hef með skærin einhvern veginn svona á lofti og það er öllum einhvern veginn alveg drullu sama þú veist, það er allir vorum að tapa í EM og ég er að segja ykkur stakar, ég er að fara að klippa mig og að byrja að klippa svona í hárið á sér á barnum já, þetta var bara tjúttinu skilur, við vorum búin að fóru í sturtu og fóru beint að djammi að drekka sorgum og byrja að fara að klippa, maður var mjög drukkinn og svo gerði hann svona, gerði niður þessu einhvern veginn svona og þá svona þetta var íslenska slúður og byrja að klippa í sig allan svona og klippa þetta var íslenska slúður í FM95 blöð af sér forhúðuna og ekki bara var þetta íslenska slúður í FM95 blöð ég er búin að slökka og steinda því líka ruglið heldur var þetta bara þátturinn það er komið að lokum hér hjá okkur við þökkum kærlega fyrir hlustunum það í dag og fyrir að hættu þessu ég var bara að segja, það var bara þú ert að segja að Frikki Dósi að leika sér alltaf með einhver strák sem er í 8. bekk og sé að helli hann elefantbjór Bjöggi byrjar að klippa sér líkamann og hár ég sagði bara, þú veist, hann leti þetta snúa svo mikið við sig, sko en það er komið að lokum takk fyrir hlustuna við heyrumst næsta föstudag við ætlum enda þetta á strák sem er besti vinnu Kobba í dag eina sem er eyðileggja þetta er að pabbi Kobba þarf alltaf að vera með þeim Við erum besta saga sem að hefur verið sagð og það er þú sem ég vil hafa þegar veröldin er hörð Stu var ég feiminn, faldi mig á bakuð hurðar Mér fannst þú ungan samt svo mikið yfir burðar svo ég gleymdi því skjótt saman við